Ladies and gentlemen, after reaching cruising altitude, we will start our on-board service. In the pocket in front of you, you will find our on-board magazine with a selection of snacks and drinks. Frá Íslandi var flogið til Varsjár í Pólandi og gist á Hótel Merkur í Grand. Morgun eftir var stuttlega farið í Lasienski Królevski grasagarðinn og restina af deginum fór ég að keyra til Białowieża. Fararstjórn var í höndum hins geðþekka Rafael Cislak sem sérfræðingur hjá pólsku skógræktinni og altalandi á flestum tungumálum. Við erum við innganginn á garðinum, garðurinn sem kallast Palace Garden eða Hallargarður og er frá 19. öld byrjun. Hér eru tvær tjarnir sem eru taldar vera eldri heldur en garðurinn, miklu eldri. This is the obelisk, so the monument which was put here in 1752 after one of the largest royal hunts which were organized in Białowieża Forest. The single reason why Białowieża Forest survived until today is actually bison and royal hunts. Þetta minnismerki hérna er tákn fyrir að hér var elsti varðveitti skógur í Evrópu. Þetta var eina landi sem var skilið eftir vegna þess að þetta þótti kannski eins frjósamt eins og önnur lönd í Evrópu. Og hér var mikil vísindaveiði en konungur Lithuania og hér í kring vernduðu þetta svæði. Together with the palace, a group of service buildings were constructed, and actually all the service buildings, they survived. And the single part of the palace which survived is this gate, because the gate was connected to the palace on the left side. Hvað ætla að gera? Taka myndir á þetta? En það má geta þess að í náttúrulega skóginum hérna sem við erum að fara í á eftir, þar þrífast ekki 5-6 plöntur og það eru Evrópulerkið, beiki, garðahlinur og hvítþynnur og vetrarrygg. Og lífviður sem var reyndar hér í denni tíð en svo voru hann útrýmt vegna þess að viðurinn var svo góður til þess að búa til boga og hjól. Nýbúin að mæla öll hæstu trén hérna og það er sama hvort það eru bartré eða lauftré að yfirhæðin á þeim er yfir 40 metrar í verndarsvæðinu. Þetta er cirka 7-8 ára vöxtur. Tala um þessa rauðeign. Men yfirtak allt svæðið. Það er ekkert að vel gert. Yes. Some sort of apple tree. Yeah, it is an apple tree. This is a tree where you see very clearly the browsing level. This morphology is caused by browsing, by regular cutting by animals, mainly red deer. Bison is not really doing this because bison is a cow. Bison is more a grazer than a browser. Basically now we will enter the area where you can only go in with a guide, or if you are a scientist then with a special permit. Nú erum við komin í Białowieża skóginn. Íslenska hópnum var skipt í tvennt og hvor hópur fékk sinn sérþjálfaða leiðsögumann. Irasus Smierzyński fylgdi öðrum hópnum og Eva sín hinum. Það er klukkutíma rölt frá hótelinu að inngangi hins heimsfræga Białowieża skógar. Þar gilda strangar reglur. Ekkert má skilja eftir og ekkert má taka úr skóginum. Ekki má ganga út fyrir stígana og hundar eru bannaðir. Reykingar eru óheimilar og sjálfsagt er það verið að tala að skilja ekki eftir sig sígarettustubba. Engin umferð má vera að næturlagi og ef ofsaveður er í kortunum getur skapast hætta fyrir vegfarendur og eins og gefur að skilja getur það verið hættulegt og umferð gesta ekki leyfið. And here you have all the forest, which is nowadays divided by the state border. Allur Białowieża skógurinn er samanlagt 1500 ferkilometrar og er 2/3 hlutar hans í Hvíta-Rússlandi og 1/3 í Pólandi. Til að setja þetta í samhengi við Ísland þá eru stærðarhlutföllin sambærileg við sameiginlegt flatarmál Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Er þá flatarmál Mýrdalsjökuls svipað og pólska yfirráðasvæðið. Skógurinn er þjóðgarður og er hann friðaður mismikið eftir áherslum. Umsjón skógarins er á vegum hins opinbera eins og flestir skógar landsins reyndar. As you know, 90% of our forests they are state-owned and managed by the Polish State Forest Administration. Ólíkt öðrum skógum er sérstök áhersla lögð á jafnvægi efnahags, samfélags og náttúru í þjóðgarðinum. Árið 1979 var pólski hluti Białowieża skráður á heimslista Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, og með þrautseigju velunara tókst loks að fá núverandi svæði allt viðurkennt á listan árið 2014. 4 önnur svæði í Pólandi eru inn á UNESCO listanum. Bara flottur.
Skógariðnaður átti sér ekki stað í Bielorvesa fyrir í fyrri heimsstyrjöldinni þegar Þjóðverjar hófu nútíma skógarhögg. Þeir skildu þó stór svæði eftir ósnortin og það er það svæði sem við fórum yfir í dag. Af hverju grenið á útleið, virðist vera. Það er ekki að endurnýja sig allavega á þessum stað. Einkenningin gengur út á að í rauninni sé að hafi það verið í svona miklu mæli hérna vegna þess að menn í rauninni voru að ofbeita skóginn af verðandi veiðdýrum. En það eru margar kenningar, það er breytileg vatnsstaða, breytingar af mannavöldum, framræsing, allur fjandinn. Og svo hafa menn alltaf dæmi minn nú segði 7 barkarbjöllu faraldra. Þetta greni hefur fallið í valinn fyrir barkarbjöllunni, eins og má sjá. Eva Sinn þekkir skóginn betur en flestir aðrir, en það var hún sem barn mikið í skóginum með foreldrum sínum sem þá voru einnig þjóðgarðsverðir. Hún er vel skóluð og var hún tilbúin með svör við öllum fjandanum. This is Anomodon viticulosus, and basically it grows only on old growth Norway maples, ash trees, sometimes on old growth limes. Svæði eins og þetta hérna sem er fullt af litlum plöntum, sem er búið að sá sér út allt, en hver einastæðum er bitinn. Það er náttúrulega vandamál þegar við viljum fá upp ný stór og falleg tré, en þá koma gömlu góðu trén til skjallana. Þau hafa fallið og búa til svona tálma fyrir bitvargana, við getum kallað það. Það sem að þjóðgarðsvörðurinn kallaði svona er landscape of fear. Sem sagt, bitdýrin verða hrædd við að standa hér í kring því þau eru alltaf á varðbergi gagnvart rándýrinu, þurfa að horfa meira upp og þar af leiðandi sleppa tré eins og þessi sem standa hérna þétt uppið og verða að lokum með stórum trjám. I don't know what is the maximum age of lime tree. So far, all the big ones I checked, they are simply hollow inside. So I only hope that at one point I will know the age limit when they get hollow. Þetta er minnisvarði þá sem fórust í stríðinu þegar nasistar drápu. Og hér eru krossar, tilminningar það. En hér er svo steinn sem Rússar settu upp. Þeir eru reistir á ákveðnu millibili og hafa staðið hér í aldanna rás. Og það er auðvelt að lesa út úr gömlum kortum, þökks í þessum staurum og setja sig inn á kortið og ákveða hvað maður er staddur. Millibilið minnir mig hafi verið 1066 metrar. Afar fróðlegt var að ganga skóginn og kynnast því sem fyrir augu bar. Hér mátti sjá tré, blóm, sveppi og til að nefna eitthvað. En ekki má gera lítið úr því sem var ekki eins áberandi eins og allskyns rotnandi bolir af öllum stærðum og tegundum. Is this a dead wood or is it a soil? This is still dead wood, dead spruce. See steel branches, and this is what you see quite often on dead spruces. That the branches they live, let's say, longer than the log itself. Rotnun og niðurbrot er mikilvægt vistkerfi skógarins og skiptir miklu að hafa það fjölbreytt. Tegundir trjáa skipta máli, aldur og skeið rotnunar. Hvaða rotnunar verður koma að niðurbrotunum og með hvaða hætti berast þeirra milli. Þetta samspil er ákaflega spennandi og mikilvægt að gera sig grein fyrir. Þessi eik fjall 1974 og var þá ein af stærstu eikonum í skóginum. Yeah, and maybe it will be quite humid, but not mire and not swamp and no worries. Manage. Hvort þetta væri svona eðlileg rotnun svona neðanfrá en það var svona einhver að velta fyrir sér, er þetta bjór hérna? En nei, taldi hún ef að þetta væri villisvínin að stinga augntönunum í þetta grafetti lirfum og drasli sko. Nú ætlum við að fara í stórmerkilega tilraun. Nú ætla allir að hafa eins hljótt og þeir geta í það byrja 5-10 mínútur og við ætlum að upplifa það hvernig var að vera hér fyrir cirka 200 árum síðan. Most likely this was urination by wolves. It could have also been a lynx. This different color, the brown color, is because of the urine. And they move along roads very often, and quite often they use crossroads as places for markings. Skaupa, súpur.
is Vísundur. Allt snýst þetta hringrás lífsins. Vistkerfin eru mörg hér og fléttast saman á margan ólíkan hátt. Úlfurinn notar vegi mannsins til samgangna, klóra og pissa á tré og éta villisvín. Dead animals, they eat carcasses. These are the ones who decompose dead bodies. Það er mikilvægt að halda hringrásinni við og vera með sem minnst rask í náttúrunni. Ágóðun af kröftugum innfluttum tegundum getur verið drjúgur fyrir bændur en ef ræktunin fer úr böndunum eða því ekki sinnt nægilega geta afleiðingarnar verið víðtækar. Þetta gras hérna í votlendi og heitir Phragmites australis á latínu og þetta að yfirtaka allt hérna votlendið í flóanum. Og þetta kom vegna þess að þetta var notað hérna áður fyrr í einhvers konar ræktun og menn hegiðu þetta, slóu, en nú finnst ekki einasta fugl eða neitt í þessu, þetta er svo stórt gras. Now, when I see this, I would say that this black alder regeneration would also die because it's too high. Endurheimt votlendis sparagóma í ferðakvörum Bielowieza-skóg. Við gengum við svæði þar sem bjórar höfðu byggt ágætt í stíflu og höfðu með því afdrifaríka áhrif á sum trén í næsta nágrenni. Það voru aðalega pólskir bjórar sem gerðu stífluna sem var til þess að askurinn var að drepast og elrið. En þrátt fyrir hækkandi vatnsyfirborð hafði það greinilega ekki áhrif á alla öldungana en stærsti askur í Evrópu stóð spölkvöld frá okkur. Hæsta askinn í Evrópu, 43 metrar. Og líklega hann tæplega 30 rúmmetrar að við í þessu tré. Reyndar svipað á askur í Slóveníu. Skógareldar hafa geisað í skóginum gegnum aldirnar og það stundum af völdum eldinga. Oft bera tré þess merki að hafa lifað af skógarelda. Þetta tré dæmi það og má glöggt sjá hvernig eldurinn náði inn í dauðan kjarnviðinn. Tréð stóð eftir sem áður lengi eftir brunan þó það sé fallið núna. We haven't observed fire scars today, but here I can show you two scars, one here and one here. Normally when fire is damaging, the tree is affecting the cambium cells which are under the bark and it's the temperature which is killing the cells. Svo liggur þetta hérna risastóra brotið í hitt risastóra. Eitt af því sem gerir Bielowieza-skóg einstakan er merkilega samspil snjóbráðnunar og grunnvatns. Stór hluti skógarins hefur þetta einkennandi yfirbragð þar sem snjóbráð og þornun gerist á löngum tíma. Jarðvegur er þó ekkert sérstaklega ríkur af næringarefnum. And it has a very characteristic structure. So you have these small islands where you have trees growing and then you have these valleys between which normally are full of water. Þjóðgarðurinn í Bielowieza er virkilega áhugaverður enda eitt sinna tegundar í Evrópu. Eftir að við gengið skóginn allan daginn og þrætt 17 km vegakerfi hann teljum við að við höfum orðið mun vísari undur skógarins. Við heyrðum í fuglum, sáum ýmiss konar skordýr, sáum ummerki villisvín og úlfa. Það var magnað en innan trén leyndust vísundar og fleiri góðlátleg dýr. Til að fullnægja þorsta okkar og ævintýraþrá til fulls fórum við í dýragarð skammt hjá og sáum dýrin í allir sín dýrð. If you like the forest and if you would like to come back here, it's enough when you turn around at this place and you have the last look in this direction, so on the last view on the forest, and then while going out you just touch the gate. Já, okay. Not the guide. Nei. And then you can touch it or hug it or whatever, and then you will come back.